Herru Logi, þetta var bara mjög þægilegu sigur hér í kvöld á móti einum af erki óvernum. Já, við vissum náttúrulega að Grindvíkingar eru með gott lið, þeir eru búin að sýna það í leikjónum á móti Tindastól og Keflavík til dæmis og við vissum að koma heim til þeirra væri ekkert grín og við þurftum að vera vel undirbúnir og við vorum það. Við ákváðum að vera í kokinu á þeim í 40 mínútur fullan völl og við getum það því við erum djúpir og það bara gekk og mér fannst þetta svona, ég vil ekki segja þetta að vera þægilegt en mér fannst þetta ekki verið í hættu. Nei, þetta var aldrei neitt spennandi þannig að vera að segja sér en þið einhvern veginn náðu að taka bæði Lúis og Arnar bara nánast út úr leiknum en var það uppleggið fyrir leikinn eða? Já, svo sem þá alla þeirra svona bestu leikmenn með Óla náttúrulega líka og við ætlum að einbeita okkur að vera bara þéttir og hjálpa hver öðrum. Þeir fengi aldrei að vera í friði og það var áætlunin að pikka upp frá fyrstu mínútu til þeirra síðustu og láta það vera þreytta. Þeir eru ekki eins margir og við og við þurfum að nýta okkur þetta áfram í næstu leikjum að allir geta verið á fullu gasi allan leikinn og það er gríðarlegur styrkur núna næstu leiki hjá okkur að nýta það. Já, og Elvar væntanlega skemmir ekkert fyrir ykkur, sýnist mér? Nei, það bara opna bara nýja vídd, sérstaklega bara varnarlega myndi ég segja, því að við getum verið á háu tempói og svo getur hann tekið boltan upp þegar Jepp er pressaður því að hann er náttúrulega ekki yngsti maðurinn í liðinu og það opnast bara meira fyrir okkur alla því að það þarf að dekka svo marga á vellinum þegar allir eru inná og við erum bara með vopn í öllum hornum og við þurfum að byggja þessu, þetta krefst mikill að vinnu og við erum að vinna í þessu á hverjum degi. Ok, þú segir Jepp ekkert unglamp, þú ert nú ekkert unglamp heldur. Hann er nokkrum mánuðum eldri en ég. Ok, og menna glugginn svona fer að lokast á því einhvern veginn að þú munt nú ekkert spila forever and ever eins og maðurinn sagði. Er ekki afskaplega góður möguleiki þetta árið fyrir það að vinna titla með Njarðvík? Jú, auðvitað, við stefnum á það og við vitum að það er allt mögulegt, sérstaklega með liðið sem við erum með núna og ég nýtast bara í botn hver einustu mínútu sem ég spila og ég vinn mikið í því að geta spila á þessu leveli ennþá og þessum hraða og ég ætla bara að nýta hvern einasta leik og hvern einasta dag í rauninni að njóta þess að spila með góðu Njarðvíkurlið. Flottir, takk fyrir. Takk.